Hérna kraftrásin komin og það næsta sem við ætlum að gera að tekna stýrirásina. Við byrjum bara að fara hérna í Insert Page. Það bara þessi normal hérna. Og svo veljum við þessa sömu og síðast hérna. PCSA3 H-Basic. Svona. Og þá sjáum við að það búið að bætast blaðsíða í verkefnið. Við höfum ekki gera bara nýja síðu af því að þetta hangir allt saman og það útskýrist þegar við gerum tengilistatöfluna. Nú, það fyrsta sem við þurfum að gera er að byrja á að setja inn segjulegan. Hann hér. Og ástæðan fyrir því að ég set hans fyrst inn er að útskýrist eftir augnablik. Ég hérna beint fyrir neðan 2 hérna sá ég. Og cirka í þessari hæð. Skæðan svo var hérna á milli. Hérna. Hann heitir Q1. Og tengipunktarnir á honum heita A1. Ég þarf að samþykkja það. Enter. Og þá kemur hann inn. Íta escape til að losna við hann hérna. Þið sjá birtist þetta upplýsingar T hérna niðri. Sem að lítið svolítið út eins og það vanti bara Jesú á hann. En ef við höfum sem sagt næstu línu á neðarlega þá lendur hún í gegnum þetta. Þess vegna er best að byrja á þessu. Og það sem við ætlum að gera næst er að teikna núllínuna sem ég ætla að hafa bara hérna mitt á milli. Einhvers staðar. Og hérna hér svona í þennan punkt hérna bara. Og ég ætla að láta standa þar N, þetta er núllið. Og þá er ég aðeins að færa mig til hérna. Og ég ætla að fara í þennan punkt hérna. Íta escape og þá er standa N á hinum endanum líka. Svo ætla ég að zooma hérna tilbaka. Ég ætla að teikna næstu línu hérna upp einhvers staðar. Hún er náttúrulega beint fyrir ofan hérna. Nákvæmlega hér. Í þessum punkti. Hérna. Og þar á að standa L1. Og ég ætla að láta standa L1 hérna á hinum endanum líka. Það sem ég gerir síðan er að ég teikna hérna línu hérna upp. Nú er ágætt að íta á Ctrl hérna og zooma inn hérna og finna þennan kassa hérna sem að línan þarf að tengjast í. Svo getur bara sleppt Ctrl og snúið hjólinu. Færist ég upp hérna komið. Og við sjáum að þetta hefur heppnast. Svo ætlum ég að zooma inn hérna aftur, Ctrl, snúa. Og ég er búinn að velja þarna. Og ég ætla að tengja þessa línu hérna. Ef ég hefði vitað að nákvæmlega í hvað hæð ég ætti að setja segjulegan, þá gat ég nota sömu aðferð með mótorinn, haft kveikt hérna á Active Router hérna og þá hefði þessi lína hérna myndast sjálfkrafa. En við sjáum að það gengur ekki alveg í þessu tilfelli. Næst ætla ég að setja gaumljósið. Ég ætla bara að gera alveg eins. Ég ætla að setja það hérna beint fyrir ofan 7 og það útskýrist nú eiginlega ekki fyrir í verkefni 3, 4 og 5 okkur það er hérna beint hjá 7. Ég set hérna rauðu línuna beint í gegnum hinn segulegan
Þannig að þessi má heita bara P1 og tengipúntarnir á ljósunum ykkar eru sennilega 1 og 2, það er mjög líklegt. Ítalskip. Og við sjáum að það kemur hérna sér texti sem að við höfum ekkert við að gera. Tvísmelli á hérna, þetta er eitthvað slökkva á honum hérna. Og það farið teikna línur svona. Það næsta sem að við gerum er að finna öryggi sjálfari sem má vera hérna. Og þá förum við hérna í symbol menu af því að það er ekki hérna uppi. Og það er pínu erfitt að finna það. Það er ekki alveg það sem maður heldur að vera. Og við skulum prófa að nota hérna leitina hérna eftir númeri. Og 07 bandstrik 13 bandstrik 09, þá kemur það hérna. Tvísmella það og við getum hendið hérna inn á. Og þó að snúi svona, þá mun að snúast sjálfkrafa þegar við hendum því á línuna. Og þetta á að heita F10. Númerið þar eru 1 og 2. Það er alveg örugt. Og til þess að geta notað framvegis og þá hendum við því hérna í myndamöppinu þannig. Og við getum séð hvernig þetta lítur út. Nú ef að til dæmis þessi merking hérna er að lenda hérna ofan í línunum hérna eitthvað svoleiðis, þá er hægt að færa þetta til. Og eða hægri smella og gera rotate svona. Rosa flott. Aftur tilbaka og þá bara klára teikninguna. Stoppknappurinn, setjum hann hér eitthvað staðar. Það er að vera svolítið plássirna fyrir ofan til að nota seinna. Hann heitir S1. Númerin á honum eru 1 og 2. Startknappurinn. Hann má vera mitt á millið hérna. Svona. Hann heitir ekki S1, heldur S2. Tenginúmerið þar eru 3 og 4. Svona. Sjálfheldan. Beint hérna yfir þennan og beint hérna fyrir ofan 3. Hér. Hún heitir Q1 og þessum hérna. Og 13 og 14. Svona. Íta escape. Ná sér í teikniblýantinn. Control. Snúa músarhjólinu, zooma inn. Teikna. Fara hingað og enda hér. Ég teikna í áttina þangað sem að ég ætla að hafa 2 víra undir tengiskrúfunni. Sama hér. Svona. Og vantar bara eina snerti og vantar eitthvað til að kveikja þessu ljósi. Það er þannig að það á að kveikna á þessu ljósi þegar Q1 er í gangi. Við erum búin á þetta 13 og 14, hann að 33 og 34 eru mjög líkleg númer. Og þá er þessi teikning bara tilbúin og við getum bara smellt hérna á save.